fólk alveg farið að sjá í gegnum það að stóri bróðir alveg sama hversu mikið hann tekur til sín, hann aldrei að fara að leysa þín vandamál. Vandinn sá að fólk sem skilur ekki vandann aftur á móti rosalega umhugað það að það geti leyst öll þín vandamál, bara ef þú lætur hann hafa nægilega mikið af pening og nægilega mikið af réttindum. Það vandi dagsins í dag sem við erum að horfa upp á núna, að ríkið orðið það umfangsmikið að það alveg bara, þú veist, ef þú horfir til bara Pírata í borginni, þeir segja bara, heyrðu, við þurfum að fá bara meiri pening til þess að leysa öll þín verkefni, hafa svo ekki hugmyndu það hvernig þeir ætla að leysa, svo koma þeir fram og tala sínu máli og þá bara sérst það bara á svart og hvítu, heyrðu, þið hafa ekki hugmyndu hvað þið ætlaði að gera. Nú er ég náttúrulega ekki Pírati í borginni, sko, þannig ég mjög erfitt að svara fyrir það, en ég get svarað fyrir til dæmis bara stefnu sósíaldemókrata, skilur, á Norðurlöndunum. Finnst þér það dæmi bara eitthvað svona Big Brother overreach að reka sterk velferðarkerfi, þú veist, með heilbrigðisþjónustu, með tekjutryggingu ef þú missir atvinnu, með félagslegum stuðningi við barnafjölskyldur. Er það léleg nýting á skattfé? Nei, en það aftur á móti léleg nýting, jú það léleg nýting á skattfé, en það líka léleg nýting á félagslegri samheldni sem fyrir var. Ég held að til dæmis það hvernig Norðurlöndin eru rekin í dag hafi sko mikið með það að gera náttúrulega að það hefur verið mikil félagsleg samheldni. Það eins og við vorum að ræða núna í upphafi. Og ég sammála því. Já, algjörlega. En það náttúrulega... Og það það sem ég að reyna að tala í þessari grein, sko, er að við þurfum að styrkja félagslegu samheldnina í kringum þessi verkefni, og einhverja sjálfsmynd. En það náttúrulega brotnað niður út af óheftri útlendingastefnu. Og sko það sem hefur, ég held bara að sko frjáls félagasamtök og svona félagsleg samheldni, ef þú ferð Bandaríkin, ég meina Bandaríkjamenn, það mjög margir og eiginlega bara það einhver líkt hvernig þeir eru tilbúin til þess að koma til aðstoðar fyrir náungan. Þetta eitthvað sem ég held að þegar þú ert komið með ríkisvaldi sem ætlar að leysa öll vandamál, sé eitthvað sem að fer forgörðum. Þá fólk bara farið að hugsa, heyrðu, já, ríki bara kemur til með að leysa þetta. Það ekki á minni ábyrgð að vera bara samborgari sem að kemur öðrum til aðstoðar út af því að ríkið einhvern veginn alltaf að fara að leysa öll vandamál. Og þannig að ég held að eftir því sem að við erum með meiri svona hugmyndinu það að þú getur bara tekið til þín endalausa skattfé, þá í fyrsta lagi þarf fólk að vinna miklu meira út af því að þú ert að taka helminga af öllum þeim sjálfsaflafé og líka að fólk fær, það bara rofin tengslin á milli þess hvaða ábyrgð þú berð gagnvart þínum samborgurum. Og þetta einmitt ástæðan fyrir ég vildi fá þig út af því að mér varst það svo áhugavert og ég held að myndum eiga mjög áhugaverð samræður nákvæmlega þetta. Að þú talar það sem við skuldum hvort öðru. Það sem við skuldum hvort öðru ekki byggt á aðkomu ríkisins. Það svolítið það sem ég held að ég og þú séum svolítið ósammála. Já, ég held það líka. Ég held að þetta sé hvoru tveggja. Ég held að maður beri maður skuldi samborgurum sínum eitthvað sem einstaklingur og ég held að við sem samfélag skuldum hvort öðru eitthvað sem verður bara gert með aðkomu hins opinbera.